Nú eigum við að leysa hlýðraðar deildujöfnur og þetta annars stigs fyrir svona í tvímert 4 í mert pluss 3 í jafnt og 2 cos x pluss 3 og hinn í tvímert mínus 3 í mert pluss 2 í jafnt og cosinus af eigiveldinu mínus x. Og við megum velja tvær aðferðir til þess að leysa jöfnurnar. Það að nota ágiskunar aðferð eða aðferð breytilegra ágiskunar aðferð eða Wronski aðferðina. Það sem sagt Wronski aðferðin kölluð aðferð breytilegra stuðla. Og fyrri eða ágiskunar aðferðin kölluð aðferð óákvarðaðra fasta. Lagi. Nú flestir leystu þessa hér með aðferð breytilegra stuðla eða sem sagt ágiskun, giskuðu á að lausnarfallið eða sem sagt fundu sérlausn, að sérlausnin hlyti að vera á forminu fasti sinnum cosinus af þessu pluss annar fasti sinnum sinus af x pluss 3 og svo báðir saman stuðla og fengu niðurstöðu. Og saman hér. Ég ætla að nota formúla aðferðina í bæði skiptin fyrir að segja aðferð breytilegra stuðla Wronski aðferðina. Ég ætla að leysa dæmin kannski svona sæmilega hratt og svo ætla ég aðeins að tala tvennt á eftir, þannig að þegar búið að leysa dæmin og þau viljið ekki fylgja spjallinu þá getið þið bara látið þetta duga. Byrjum þá allavega á lausn og a-lið. Á a-lið og það kennijafnan, hún r í öðru mínus 4r pluss 3. Þá verður þægilegt að þátta þetta og hérna fá r mínus 1 og r mínus 3. Þetta voru 0. Þannig að eigingildin eru 1 og 3. Þá grunnlausnin það vegurinn e-veldinu r1 og e-veldinu r2 af x og jafnvægislausnin epsilon h hún grunnlausnin notaði fylgjamarkvöldun og hér við fasta vegur. Hvað þetta var? Það var e í veldinu x. Af því að þetta fylgjamarkvöldun þá þarf ég að hafa lína sem undan okkur. Þessi bildi og litla omega verinum, grunnlausna verinum og e í veldinu 3x og því ég segi ekkert annan þetta sé fastu vegur þá get ég kallað liðina C1 og C2. Þetta eins og við þekkjum þá. C1 sinnum eigiveldinu x pluss C2 sinnum eigiveldinu 3x. Og hún hefur þannig fyrir augunum. Ég ætla að mynda stóra omega fylgið. Þess að ég ætla að aðferð breytilegra stuðla variation of parameters og þá reikna ég fyrst út stóra
omega fylkið þar sem ég er með grunnlausnina sem efri línu og afleiðu grunnlausnar sem eru línu. Og þetta er þá e í veldinu x, e í veldinu 3x, tek afleiður og skrifa neðri línu, e í veldinu x, 3 sinnum e í veldinu 3x og það sem ég hef ákveðið að nota fyrir breytilegra stuðla, þá hef ég ætlað að sem sagt finna sérlausn og núna köllum við IP. Hún er nefnilega alltaf grunnlausnin. Skrifa hann þessa línuvegu, já. Og hér er ég með fallavegur. Og hér höfum við formúlu fyrir liðum fallavegursins U sem að U1 er mínus E2 úr grunnlausninni sinnum F þar sem að fallið á hægri hlið deildjöfnar kallast F deilt með Wronski. Það sem Wronski er ákveða stóra omega og 2 er það er fyrir hitafallið í grunnlausninni F móti Wronski dx og Wronski er ég þarf að taka ákveðu af stóra omega og hér hef ég e í veldinu 3x í þessum dálki og e í veldinu x í þessum dálki. Ég má taka út fyrir ákveðu hvað það e í veldinu 4x. Þá stendur bara eftir 1, 1, 1, 3. Þá fæ ég 3 mínus 1. Það eru 2. Þannig að Wronski sem er ákveða stóra omega er 2 sem e í veldinu 4x. Þetta er aldrei 0. Og mér segja, já, svona segjum þetta. Og þá get ég bara reiknað út 1 og 2. Hér á ég ekki á neitt merki. Svona. Þetta er fylgjamarkvöld. Ég má bara aðeins benda á af því að maður lítur svo á að allir vigrar nema annars er sagt séu dálkvigrar. Þá finnst mér þetta alltaf að vera fylgjamarkvöldunar táknið. En allt í lagi. Þá höfum við U1, nú var að reikna, U1 af x er, og við nótum þessa, mínus, I2 var e í veldinu 2x, ég hef hærra eigingildið, heldan hitafall, og svo var þetta 2 cos x plus 3, það var f-ið. Wronski var 2 sinnum e í veldinu 4x ex og eitthvað styttist nú út tvistarinn hér e í veldinu 2x og deilt með e í veldinu 2x verður e í þetta er ekki rétt hjá mér 3x svona 3x eigingildi voru 1 og 3 1 og 3 eru 4 já og ég var að
hugsa seinna dæmið. Hér er eigingildin 1 og 2. Jæja, þá skulum við prófa okkur áfram og jæja, höldum áfram það sem frá var horfið. Sko, nú get ég notað þægilega formúlu sem maður notar oft þegar maður er með eitthvað á þessu formi hér, veldinu mi-x cos delta x. Og ég ætla að nota hana núna, ég ætla að leiða hana út eftir að ég hef listaði minn, þannig þeir sem vilja sjá hvernig formúlun er smíðuð, þeir geta þó haldið aðeins áfram að horfa. Ég ætla að setja hann allavega fram. Þegar maður er með heildi á þessu formi hér, mi-x, og svo erum við hérna með cosinus af delta x dx, þá fáum við í veldinu mi-x móti mi í öðru pluss delta í öðru, mi cos og delta tíðni sín delta x, svona. Og sínusformúlar er mjög svipuð. Hér var sínus, það sem að dettur út og þá kemur reyndar sínus delta x hér og mínus cosinus delta x hérna. En hér er x pluss 3 en ekki bara x. Reyndar get ég notað hana þó að hér standi x pluss 3 eða bara x pluss fasti. Beint. Án þess að það breytir neitt niðurstöðinni, það kemur þá bara delta og svo svígi x pluss 3. En ég get ekki bara sagt að ég verði það. Ég verði alltaf einhvern tímann að vita að ég megi það og þá nota ég bara innsetningu og ég fái sömu breytu hér. Þannig við skulum skoða bara innsetningu og ég ætla að láta t koma í staðinn fyrir x pluss 3 og þá er dt sama dx. Og þá verður u1 svona að mínus hér já, í veldinu mínus og í staðan fyrir x þá skrifa ég t mínus 3. Þetta er gaman. T mínus 3 og cosinus af t dt og ég losna við hérna mínus, ég losna við veldinu 3 út fyrir heildi, veldinu mínus t cosinus af t dt og nú get ég notað formúluna sem ég skrifaði þaðan. Þetta er ég með mi jafnt og mínus 1 og tíðnin er 1. Og þá hafa við mínus veldinu 3, hann býður bara. Og hérna fáum við þá í veldinu mínus t á móti mi í öðru, delta í öðru. Það eru 2 og hérna fáum við mínus, það er miið
1 kós t pluss delta sem 1 sín delta t sem t. Og ég hef ekki til þennan sér að gera. Og nú sé ég í þriðja, ég get tekið hann hingað aftur upp. Ég stróka bara yfir hann hérna. Þetta er rétt, svona. Og t minus 3, það er x. Þannig ég set bara x þetta hér. Og t er x pluss 3. Já. Gott, ég er það búin að samferðast. Svona. Veist að þetta er U1, svo tökum við U2 og nú þarf ég ekki að nota innsetninguna, ég veit hvernig ég má gera þetta. U2 er stoffall í 1 fyrir hann hittafallið, hægri hliðin, Wronski, dx, fyrir hann hittafallið var í veldinu 1x, 2 kós x pluss 3 yfir Wronski, hann var tvisvarsinnum, í veldinu summa, gilda nætn og 3, 4, x, dx og eitthvað styttist út. Þessi fer 1 mínus 4 er mínus 3, í veldinu mínus 3, kós x pluss 3, dx, nota regluna. Sem ég var að setja fram. Þá fá í veldinu mínus 3, x, mýið er mínus 3 eru 9, tíðin var 1, þá er komið 10 og mý er mínus 3, kosinus af, ég má skrifa x pluss 3, tíðin var 1, já, sinus af x pluss 3. Svona. Og þá er ég komið með sérlausnina í partíkular er í 1 pluss í 2 í 1 var í veldinu 1x og 1 var hérna hér. Já, sko, mínus, kosinus væri pluss, þessi mun styttast út, þannig að ég fæ hálfan kosinus og mínus hálfan sínus. Hálfan kosinus af x pluss 3 mínus hálfan sínus af x pluss 3. Og í 2 U2 seinna hittafallið í grunnlausninni var í veldinu 3x, var kaldast við þetta og þá eru 3 tíundu kosinusar og 1 tíundi sínus. Mínus 3 tíundu kosinus x pluss 3 pluss 1 tíundi sínus x pluss 3 og þetta er 5 tíundu mínus 3 tíundu, það eru 2 tíundu, 1 fimmti. 1 fimmti kosinus af x pluss 3
erum við með mínus 5 tíundu og plús 1 tíundi. Það eru mínus 4 tíundu, það eru mínus 2 fimmtu. Sínus af x pluss 3. Og þá er almenna lausnin. Almenna lausnin phi af x er sem sagt jafnvægislausnin pluss hliðarlausnin og það er þá C1 í 1 sem er e í veldinu x pluss C2 e í veldinu 3x pluss 1/5 cosinus af x pluss 3 mínus 2/5 af sinus af x pluss 3. Svona. Og svo ætti maður auðvitað setja þetta inn í hérna deilduefnuna og sannfærast að og þetta er svona sannprófa í vél þar sem að deildavirkinn er í öðru, það var mínus 4 og 3 og maður ætti að sannfærast að L phi verði 2 cos x pluss 3 í vél. Skoðum það bjeliðin. 3 og 2, mínus 3 og 2 og fáum við eigingildin 1 og 2. B-liður og leysum upsilon tvímert mínus 3 upsilon mert pluss 2i jafnt og cosinus af e veldinu mínus x og við höfum að velja annaðhvort aðferð breytilegra stuðla eða Ormskjær-aðferðina og síðan ágiskunar aðferðina og kvarðaðra fasta aðferð og kvarðaðra fasta. Og ég ætla aftur að nota formúluna. Ég ætla aftur að nota Ormskjær-aðferðina. Ef ég ætti að giska þá myndi ég alltaf taka þetta sinnum fasti pluss einhver annar fasti sinnum sínus nema mínus 1 sé nei, það er ekki þessu, það er bara sínus og kosinus, línuleg samantekt, það bara virkar. En það er svolítið vinna að stilla bara upp óákvörðuðu föstanum eða stöðlunum. Byrjum bara á þessu og kennijafnan er r í öðru mínus 3r pluss 2. Þetta er þáttum bara svona með ágiskun. Þetta passar við fáum tvist og ás, mínus og mínus. Þetta verður að vera 0. Svoleiðis að eigingildin eru r1 er minna, r2 stærra og grunnlausnin það eru 2 nýtaföll. Setjum þau í vikur, línuvikur, e í veldinu x og e í veldinu 2x og jafnvægislausn. Hún er þá í
H og þessi sinnum fastu vígur. Ég ætla að skrifa bara út í lokin hvað þetta er og ég ætla að nota það breytilegra stuðla, svoleiðis að ég ætla að nota formúluna sem hefur ég ætla bara að segjum þetta bara svona. Selvlaust, ég ætla að finna hana, hún er í P og það er grunnlausnin, fylgja margfaldað við einhvern vígur sem hefur hnýtaföll U1, U2 sem eru fall af X. Og má ekki fara ofrætt. Og þá skulum við skrifa grunnlausnina í stóra omega fylgið. Það er að setja í efri línu fylgisins grunnlausnina og inn efri línu fylgisins afliðu grunnlausnarinnar og þetta var í veldinu X, í veldinu 2X afliða fyrir neðan, afliða í veldinu X, í veldinu X, afliða í veldinu 2X er 2, í veldinu 2X og komið fylgi. Og Wronski ákveðan er ákveða stóra omega. Og skrifum þetta U1. Það er að fá þetta allt í puttanum. Það er seinna hnýtafallið og það er hliðin tekna Wronski, dx og U2 er í 1F í Wronski dx. Og hver var Wronski? Hérna sjáum við EX og EX í sama dálki, í veldinu 2X, í veldinu 2X í sama dálki og 1 og 2 eru 3, eftir er 1, 1, 1, 2 og tökum ákveðina 2 mínus 1. Svoleiðis að U1 verður Wronski er allavega bara veldinu 3X og I2 er veldinu 2X og hægri hliðin F var kosinus af veldinu mínus X dx og þá fáum við 2 mínus 3 er mínus 1 kosinus af veldinu mínus X dx og kannski til þess að sjá þetta betur þá setjum við kannski bara kosinusuna undan kosinus af veldinu mínus X og veldinu mínus X dx og innsetning T er í veldinu mínus X þá er D T já, það er mínus í veldinu mínus X dx, þannig að það er alltaf í veldinu mínus X dx svoleiðis að U1 er stofnfall kosinus af T dt bara aftur mínusinn í veldinu mínus X í veldinu mínus X dx kos T fínt og stofnfall kosinus sama svona mynd svo kannski veit þetta allir sinus heilda mínus kosinus og mínus sin T pluss fasti hvað var T sinus af í veldinu mínus X
lúsfasti. Svona. Og U2. U1 er hér. Og U2 fyrir nýtafallið, hægri hliðin, Wronski, dx, e-veldinu x, hægri hliðin á kosinus. Kosinus af e-veldinu mínus x, móti Wronski, 1 og 2 er 3, dx, 1 mínus 3 er mínus 2, e-veldinu mínus 2, x, cos e-veldinu mínus x, dx, geti ekki nota sömu einsetningu áðan, að skrifa þetta sem e-veldinu mínus x í öðru, cos e-veldinu mínus x dx, og horfa á þetta svona, mínus, hér, e-veldinu mínus x, kosinus af e-veldinu mínus x, og mínus e-veldinu mínus x dx. Þess að þetta er e-veldinu mínus x, e-veldinu mínus x, það er e-veldinu mínus 2x. Og ég vil þetta sem t, þá er dt hér og hér er t. Þetta verður þá mínus t cos t dt. T cos t dt. Og þá er að hlutdeildin, og hvort er nú sniður að heilda, og allavega er gott að finna afleiðina af þessu. Þannig við segjum, tökum stofnfallið af kosinusnum. Hér er mínus kosinus, og stofnfall kosinus eða mínus kosinus, þannig að það var hér mínus sinus. Mínus sin. Og hann kemur þá aftur hér. Mínus sin. Sinnum t og afleiða t. dt. Mínusinn getur við tekið út fyrir heildi. Svoleiðis að þetta verður mínus sin t sinnum t og stofnfall sinus mínus cos. Svona. Og sem sagt U2 af x er mínus sin, t var e í veldinu mínus x sinnum e í veldinu mínus x mínus kosinus af e í veldinu mínus x. Og ein sérlausn er þá U1 sinnum I1 pluss U2 I2 og U1
en þarna, það er mínus sínus af e-veldinu mínus x mínus sínus af e-veldinu mínus x sem fyrir að nýtafallið í grunnlausninni, það var e-veldinu x í veldinu x og eitthvað gruggt og mínus Jæja, setjum bara inn, sjáum hvað gerist. Það er allavega, var margkvöldu við þetta hér með seinna nýtafallinu í grunnlistinni. Það var e-veldinu 2x, þannig að þessi verður e-veldinu x. Mínusin fer á. Og þetta mínus e-veldinu 2x sinnum kosínus af e-veldinu mínus x. Mínus hérna í 2 e-veldinu 2x sinnum kosínus af e-veldinu x. Þetta er lagi, sérlausnin er komin og almenna lausnin verður hliðralausnin, nei, jafnvægislausnin pluss sérlausnin og það er þá C1 sinnum e-veldinu x, C2 sinnum e-veldinu 2x mínus e í veldinu 2x sinnum kosínus af e í veldinu mínus x svona og kannski taka það fram að því það er svo auðvelt x má vera hvað sem er samkvæmt formúlunum